Íslandsmeistaramót. Skrifaði nú að þetta séu úrslitin. Er það ekki? Það var að skamma mig í beinni útsendingu. Skrifaði nú að þetta séu úrslitin. Hvað er úrslit? Dansleik úrslit? Já. Fólk heillast að úrslitum. Fólk elskar úrslit. Já. Sjá. Yes, sir. Á Íslandsmeistaramóti 2025 í hnefaleikum. Það eru úrslitar. Það var ekki meiri fyrsta sekundunum. Leipingu svo. 9 dansins, 8 dansins. 7. Og við ætlum að byrja í dag í undir 17 í 63 kílóum. Í rauðu horni frá Nefaleikafélaginu Bókatýr, Artem Sikurov. Og í bláu horni frá Nefaleikafélagi Kópavogs, Arnar Jaki Smárason. Þá fyrir við af stað með dag 2 í Íslandsmeistaramótinu. Úrslitadagur.
þessu sko, stóð alltaf í honum og reynda að lenda sínum megin höggum sko. Heldur betur. En Arnar Jaki er bestur sko þegar hann fær að pressa sko og honum er sýnd mikil virðing. Já, algjörlega. Og hann fær ekki virðinguna frá Artem í dag allavega. Lota 2, þeir snertast. Og Arnar mögulega byrjar að lesa vinstri krókinn hans Artem. Sjáum til. Svolítið að finna sér báðir hérna. Já. Artem með 1-2 og skiptir þarna á fyrir bodyið. Lendir góðum krók. Lendir öðrum góðum vinstri krók, D-Sess. Artem þannig með held ég bara þeir eru bara að slást núna, let's go. Hérna þessi 1-2 hjá Artem virðist alltaf smellhitta og eins og við sáum það þarna örugglega svona 8 sinnum í röð. Já, heldur betur. Já. Þarna. Þetta er meira af því sama og Arnar virðist. Það er Southpaw-stíllinn sem er Já. ekki að stríða honum. Hann er helviti erfiður að fara á móti Southpaw-num sko, en sérstaklega maður er óvanur því. Þeir eru góðir bara að negla þarna, kemur hann með vinstri yfir. Arnar náði nú fínu jabbi líka. Það er til í að sjá, þarna, hann vankaði hann alveg verulega held ég með þessu höggi. Dómarinn að gefa áminningu fyrir að slá með innan á hanskanum. Þeir eru að mætast og skiptast á sterkum 10 sekúndur eftir. Þeir eru núna, já, kemur Klints. Svolítið óskýr þessi dómari, hann var að gaf Artem áminningu hann í endan fyrir að setja alltaf ennið niður í jörðina. Þú góður það? En jú, ég held að Artem hafi líka átt þessa lótu. Svei með þá. Svei með þá. Ég þarf að vera sammála þér. Hann virðist bara betri í öllum sínum aðgerðum ef ég má vera hreinskilinn sko. Já. Aðeins öflugri sko. Já. Virðist vera meiri kraftur í honum og þegar þær mætast svona og Arnar ákveður að vera á sínum stað þá er Artem bara að tía á hann höggum sko. Já. Jæja. Það er lóan. Nei, það er lóan. Það er ískaldur monster. Ok, 10 sekúndur. Reynslan er Artem megin. Já, algjörlega. Hann er fleiri parta undir beltinu. Já, alveg talsvert fleiri sko og Það var það, loka lótan. Vonandi sýnir Arnar honum eitthvað hérna í þessari lótu sem lætur hann hugsa. Heyrðu, kemst frá þessari beinu vinstri. Smá þreifingar til að byrja með. Já, sko þarna. Vel gert Arnar. Artem ennþá hreyfanlegur. Ó. Já. Sýndist Arnar hafa bara olbúðan en þeir eru bara þeir eru bara berjast núna, djúvill líst mér vel á það. Arnar er game og hann ætlar að skilja allt eftir í hringnum í dag. Artem aðra áminningu fyrir að setja ennið alltaf niður í gólf. Rosalegu vinstri krókur frá Artem. Virtist það að vanka. Náður hrikalega vel. Arnar misti jafnvægið en hann heldur áfram. Tekur bara skref áfram. Það er búið að vera rosalegt pace í þessari lotu hingað til.
báðir að lenda góðum höggum. Arnar virðist núna bara að vera smá heavy bag en hann pressa neða áfram. Djöfisins hjarta maður. 10 sekúndur. Já. Þeir skalla, þarna sýndist mér. Artem með... Þetta er... Hvað er í gangi? Gjörsamlega geggir við nota það. Artem sýnilega þreyttur. Ég dúta mér. Þetta byrjar ekki af verri kantinum, sko. Nei, þetta byrjar með hvelli. Hugsa að Artem hafi unnið fyrstu 2 lúturnar. Allavega. En Arnar svona sannaði að hann var vissulega heima að inni og þetta væri nú ekkert gefins. Já. Þó að einhverju taki fyrstu 2 þá getur hann komið sterkur tilbaka í 3 sem hann og gerði, sko. Einmitt. Mér finnst eins og þetta hafi líka, ef ég mann rétt, verið tilfinningi mín í seinasta bardaga þegar ég keppt á HFA Open að þá eftir því sem leið á bardagana þá hafði Arnar náð að gera þetta svona meira slöggfest með tímanum og eftir því sem Artem þreytist að þá er hann meira reiðubúinn í að fara í bara eins og sáum við í 3. lótunni. Bró! Já. Rosalegt en hugsanlega einróma í rauða horninni. Það myndi ég halda. Ég myndi halda það líka. En þvílík viðureign. Þvílík viðureign. Já. Þetta var topp skemmtileg. Svo er alltaf saman biðin eftir dómurunum. Æbakerfi og allt það. Já, þeim finnst gaman að halda upp í eftir sig, sko. Já. Halda spennunni svolítið upp í. Það er nákvæmlega svoleiðis. Herðu, ok. Jón formaður HNI ætlar í stíginni hringa eftir hverja viðureign og tilkynna eflaust Íslandsmeistara í þessum flokki. Já. U17 mínus 63 kíló. Og Artem nýkrýndur Íslandsmeistari í hnefaleikum. Artem segi. Já. Við slóum aðeins saman. Artem er Íslandsmeistari í mínus 63 kíló. U17. Undir 17. Verðskuldað. Ef maður rétt þá fékk hann líka beltið á HFA Open. Já, fyrir bestu boxari mótsins þá. Já, og var boxari mótsins þar. Þeir eru allir bóðatýr strákanir á rosalegri uppleið, rosalega talent í þessu gymmi og þeir eru ekkert, ég þarf að... Sorry. Ég þarf að fara að klippa. Þá bíðum við eftir næstu viðureign. Næsta viðureign verður Mihail Fedorets gegn Sölva Stein Hafþórsinni frá hnefaleikafélagi Kópavogs, VPC. Þeir eru bara núna að gera sér tilbúna. Það er að kalla þér inn í hringinn eftir örskamma stund. Hönnuður dagsins í undir 19, 70 kíló. Í rauðu horni frá Hnefaleikafélagi Bókatýr, Mihail Fedorets. Það kemur Mihail inn í rauða hornið. Rauða horni frá Hnefaleikafélagi Kópavogs, Sölvi Steinn Hafþórsson. Þeir eru Sölvi Steinn mættur. Þetta er í mínus 70 kíló flokki undir 19. Og sjáum hérna í vinstri myndinu okkar. Þar er Sölvi Steinn að setja á sig bláa hjálminn og í hótinu hans er Emin Kadri, nýkominn til landsins. 2-0 sem atvinnumaður þessa stundina, hann Emin. En hann barðist tvisvar sinnum í Mexíkó, hóf atvinnuferilinn þar, og hann var mikið í Las Vegas, æfa þar. Þannig að hann hvetur sinn klúbbamann
Sölva Stein til dáða í þessari viðureign. Og það var ekkert annað en að efja standa þar. Keppnin fá skýr skilaboð frá dómarunum. Touch gloves if you want to. Og við erum byrjuð. Getur þið erfitt að byrja með jafnmiklum krafti og strákurinn gerði áðan. Egir Artem og Arnar Jagn. Sölvi Steinn þetta smellhittir. Fínar fléttur. Míhail Sverra að spila sama. Thomas stöða ballan. Ekkert clinch, ekkert bull. Flottar fléttur hjá Sölva Steinn. Tæknilegur í sínum aðgerðum. Herru, þá er ég komin aftur og ekki í aksjóna verri kantinum. Nei, alls ekki. Þetta er nefnilega rosalegu bardagi. Ég veit ekki hvað fólst yfir hérna á meðan ég var hérna, en Sölvi Steinn er rosalegu pressure fighter, en hann virðist vera á smá afturfættinum núna mútið Míhail. Hann virðist alltaf, neglar með beina hægri. Míhail vel. Sölvi Steinn er svo duglegur að svara fyrir sig með mörgum höggum, flottum fléttum og fara út á engul. Já. Heldur betur. Sölvi er með góð líka loka góðri vegalengd, þannig þó að Míhail er með mjög góða fótarhefingar og hreyfir sig vel aftur og bak út til hliðar, þá eldir, verður Sölvi alltaf eldan bara uppi. Ég hugsa að Sölvi Steinn vill ekki festast aftur í horninu, sko. Hann er að lenda, Míhail er að lenda svolítið á hann. Já. Þegar hann er að loka sig inn í horninu. Eins og maður sér hérna erum við aftur með, eins og í seinasta bardaga, orthodox á móti southpaw, þannig örfendur á móti rétthendum, sko. Já. En Míhail, eins og við sáum, hann er liðsfélagi Artem úr seinasta bardaga, þannig að hann er vanur í að vera á móti southpaw, þannig að hann hefur kannski eitthvað innsæi á móti þessari beinu vinstri hjá Sölva, sko. Það er 100% eftir þér. Ég held að southpaw advantage-ið, mér leiði mér að sletta þannig. Ég á ekki jafn mikið við hérna á móti Míhail. Núna virðist Míhail alltaf Sölvi Steinn tekur miðjuna. 10 sekúndur eftir að lotunni. Rosalega, og þeir fara alveg að þeir eru ekki bláðið, við höfum hér 2 ding í bjöllunni. Já, erum 2 ding í bjöllunni. Þeir vildi ekki stoppa og hérna vildi bara halda þessu áfram. En hvað fannst þér, Nonni? Jöfn lota. Helviti jöfn. Ég öfunda dómarana ekki mikið akkurat þessu stundina. Ég myndi kjósa að vera bara hérna með mikrofóninn, sko. Já. Helviti jöfn lota. Ég er ekki hissa að þetta væri split lota. Já, jú. En það er open scoring í dag. Já. Þannig að þeir vita, sko, hver staðan er komandi inn í næsta lóti. Já, það er svoleiðis. Fáum við að vita það líka? Ef við löpum hringinn. Já. Hérna. Já, en ég sá allavega að koma fyrir skjáum hérna Já, það var líka í gær, sko. Já. Það er á Íslandsmeistaramótunum bara. Það er mjög þægilegt, sko. En ég kann reyndar ekkert að lesa úr því, sko. Ég veit aldrei hvað. Þeir eru 10 sekúndur. Ég misti líka byrjun á þessari lóti. Mér sýndist, sko, helviti jöfn lóta. Það var bara mjög jöfn. Míhail virtist vera aðeins meira á framfætinum, finnst mér. Önnur lóta hafinn. Það dansa smá í miðjunni. Já. Finna opnanir og tækifæri. Þarna
lendi Míhail mjög vel. Sýnist að vera komið smá blóð líka í nefið hjá Á Sölvastein. á Sölvastein sko. Það er ekki góð skemmtun sko. Nei. Það lekur í munninn og kemur í veg fyrir að maður geta andað með nefinu og það getur tekið mikið á tankinn sko. Einmitt. Fyrir utan að það er líka bara óþægilegt sko. Já. Og gefur Míhail kannski smá sjálfstraust og hún líður vel að sjá Sölvastein með blóna sig. Já, sjá rautt. Sjá rautt. Já. Þetta er að heppnast vel hjá honum, bara beint niður pípuna sko. Já. Góð hægrið þarna, en dómarinn gaf eitthvað stopp. Ég held að hann sé að fara að segja, segir þeim að passa á olnbogana. Já. Passa olnbogana að halda hún boksa. Skiptir Míhail þannig upp og fyrir body, það er svolítið góð breyting. Sölvi virðist ætla að halla sér svolítið aftur frá tvistinum hans Míhail og þá neglir hann bara í bodyið. Og beint í kringuna. Ætla svo að enda á króknum uppi. Rúlar undir þetta svar frá Sölva. Hann er búinn að vera hann er að gera þetta vel að stíga inn, Míhail. Já. Og hann er horfinn áður en að svara kynnt. Hann er að gera þetta vel. Fer inn á Míhail að lenda og eins og ef maður tekur eftir staðsendingu eins og oft er þetta southpaw á móti orthodox þá er þetta oftast, fær hann kántið við Sölva? Hann fær kántið að dalið við Sölvastein, passið upp á hans hug og heilsu. Míhail kemur hérna í rauðahotn til okkar. Heldur sér heitum. Og við byrjum aftur. Nú þarf Sölvastein, hann þarf að vinna sér inn smá virðingu. Já. Neglir hann með beinna hægrið þarna. Sölvi svarar í bodyið. 10 sekúndur eftir þessari lótu. Þarna sáum við á hann vel tímasetja stungu hjá Míhail. Stoppa hann bara þegar hann kemur inn. Ekki jöfn lóta og við vorum að horfa á það. Nei. Hérna er Míhail eiginlega bara, hann er búinn að svolítið finna grúfið sitt, ef við segja þeim svo. Algjörlega. Það verðist eins og sé aðeins ferskar í þessar lóta, aðeins meira tilbúin að stíga áfram og reyna neglan sko. En ekki, sko, Sölvastein er grjótharður. Þannig ég held að eftir þessa lótu að horna hans ná að rífa hann aftur tilbaka sko. Þurfa aðeins að láta hann vita að núna gæti þetta, til dæmis, farandinn í þriðju lótu, þetta gæti annarkvort verið jafnt eða Sölvi þurfi 10-8 lótu, næstu lótu. Já. Það gæti verið Míhail 2-0. Það gæti verið Míhail 2-0, það er rétt. Eða þetta gæti verið 1-1. Og þá þarf hann heldur betur að þá má hann ekki eiga aðra svona lótu. Nei, heldur betur ekki. Virðist ágættur, búið að þurrka blóði. Já. Gera hann flottan. Nú byrjar ballið. Sölvastein þarf að byrja sterkt. Já. Og eiginlega bara hanga á bensínkínu. Já. Sölvi er mjög góður nefnilega, sérðu það byrja strax aftur að leika úr nefn á honum. Þetta er auðvitað eitthvað, heyrðu, flott slipp þarna undir. Mjög flott. Þannig að Sölvastein var bara, hann slippaði undir og var bara þéttur allan tíman þangað til hann svaraði. Já. Sölvi er líka að passa sig að skilja eftir opnanið þegar hann kemur svona inn því að Míhail virðist mjög ferskur og Míhail er mjög tilbúinn að svara þegar Sölvi á lock combination. Komnir hérna alveg upp okkur. Míhail virðist að setja pressuna. Sölvastein svarar mjög vel hanna fyrir sig þegar Míhail ætlar að reyna að koma honum upp í reipinn. Og fljótur af reipunum. Já. Ætlar ekki að festa sig í hótinu, sko. Nei, Míhail með góða hægrið þarna.
Og Mikael á að stjórna hringnum í þessari lotu. Komin með hann upp í kælana. Sölvi Steinn ekki vera. Nei, ekki lengi að koma sér út, Sölvi Steinn. Það er vel gert. Lendir hann að góðum tvist. Sá ekki alveg hvort þetta hafi verið í vörnin hans eða ekki. Aftur hana. Good job. Góð vinstri hann hjá Sölva, en Mikael er bara óstöðandi. Hann ætla bara að koma honum uppi. Það er áminningu. Ekki aftan í höfuð. Salurinn er aldeilis bara að taka við sér líka. Já. Rúmlega 50 sekundur eftir á lotunni. Og Mikael virðist ekki ætla að stoppa að elta Sölva hringinn. Hann ætlar ekki að gefa honum pásu. Það er engin pása. Já, þetta er rosaleg frammistaða hjá Mikael. Rosaleg frammistaða. Sölvi kominn í miðjuna. Ætlar Sölva að reyna að láta eitthvað gerast hérna á seinustu 20 sekúndunum. Mikael alveg gefur ekkert eftir. Já, Mikael og hér með líku bardaganum. Þeir knúsaði þetta út og þetta var rosalega bardagi. Það var rosalega bardagi. Mikið sportsmanship. Þeir þakka fyrir sig í sigur hóttunum. Það var rosalega bardagi. Rosalega bardagi. Eftir svona frekar jafna fyrsturlótu. Já. Eins og Mikael bara fengið tiltal hjá Nikita í rauðhóttinu, gert smá breytingar og fundi bara einhverja sigurformúlu. Já, leyft ekki svolítið slögt í Sölva eftir fyrstu lótuna. Þetta var rosalegt. Ég hugsa, sko, ég það víst að slökka á myndalinu minni líka. Hérna Mikael virðist sigur viss, hendinni upp í loft. Stígur Jónin í hring með bikar og medalju. Á sokkunum bara ánægði með hann. Já, á rauðum jólasokkum. Hann er fasjónkall. Einróma til Mikael, vel gert. Já, einróma í rauða hornið. Það er Mikael Fedorovic sem er Íslandsmeistari í mínus 70 kg flokki U19. Verðskulda að Mikael var mjög duglegur að keppa síðastliðið ár, síðastliðið mánuði. Það var bara varla að halda boxmót án þess að hann sé mættur. Úrslitadagurinn á Íslandsmeistamótinu byrjar þá þannig að það eru 2 titlar. Fyrstu titlarnir fara beint til Bogatýr í Kópavogi. Mínus 70 kíló. Rauðu horni frá Nefningafélaginu Bogatýr. Viktor Söga. Næstur í hringinn er kynntir inn Viktor Söga og hann mætir Nóel Freyr Ragnarssoni. Nóel, hann gerði í gær. Ég þó ekki að segja samfærandi, en hann vissulega vann sína viðureign. Það er Nóel Freyr í bláa hóttinu gegn Viktor Söga frá Bogatýr í rauða hóttinu. Ef Viktor Söga vinnur þessa viðureign, þá er það 3 titlar, Íslandsmeistaratittlar til Bogatýr, en Nóel Freyr
Norðurlanda fari, keppi yfirlega á Norðurlandameistarmótinu. Hann er virkilega skemmtilegur boxari og þetta er, já, flugeldasýning. Það mætti halda að vera 31. desember. Sjáum hérna skarpar hreyfingar hjá Noel Freyr. Þarna lendir Viktor Sóga hrikalega vel. Hára mætur aftur. Rosalegu bardagi í vændum. Já. Tveir mjög efnilegir ungi boksarar og þeir ætla ekkert að spara í þessum bardaga, virðist vera. Mjög mikil hreyfing á strákunum. Heyrum hérna Nikita í hotninu, í rauða hotninu. Kallar eftir því að Viktor Sóga verði lose. Já. Þarna flott í Viktori. Sko það sem Viktor gerir vel er að hann er mjög höggþungur og á það til að finna mjög góð högg, á meðan Noel er kannski með almennt fleiri högg og miklar hreyfingar. Já, volume puncher. En ekki það, þeir leina báðir á góðu power, en Viktor hefur sýnt það í gegnum tíðina að hann er rosalega höggþungur og tæknilega mjög. Þarna smett hitti Noel. Viktor vill svara fyrir sig fljótt. Davíð Rúnar, landsliðsþjálfari, kallar eftir levels í hotninu, bláa hotninu. Vill að Noel Freyr segi farið svolítið upp og niður. Flottar hreyfingar hjá báðum hérna. Noel er einmitt mjög góður í að finna yfirhandar hægri, á meðan Viktor virðist alltaf leita meira í krókana til að svara. Ná honum þegar hann kemur inn og beygir höfuðið. Hann kemur vinstri krókur, já. Þetta var rétt yfir beltið, sýndist mér. Já, alveg. Það var tæft. Það var mjög tæft. Þetta er svo mikið Nær hún þarna með yfirhandar hægri og Þarna. þetta er bara skemmtileg nota hana. Já. Og ég meina, hvað finnst þér? Hvað finnst mér? Hver heldur að hafi tekið? Ég myndi segja split nota kannski aðeins, ég er svona aðeins að hallast á bláu. Já. Þyngri högg, aðeins meira volume. Já, náði nokkrum mjög hreinum höggum. Já, nokkrum mjög hreinum, það er rétt ég er. Noel er náttúrulega ekkert lamb að leika sig við, ég meina hann er búinn að keppa á Norðurlandameistarmótinu, fekk silfur þar einu sinni. Mjög reynslumikill, svona jafnari reynsla hérna. Já, heldur hann í seinasta. Versus Viktor Sóga sem er náttúrulega verið Ice Box champion. Já. Þannig að þetta eru tveir mjög efnilegir. Það er þess að jafnari reynslan og jafnari geta. Já. Þetta eru held ég bara tveir af svona mínum uppáhaldsboksurum í svona ungdómnum, sko. Báðir nýkomnir upp úr úlingaflokkunum. Já. Eru held ég bara fyrsta keppnisárinu sínu, ef ekki kannski Viktor á öðru núna í fullorðinsflokki. Jú. En báðir mjög efnilegir og eiginlega bara heiður að fá að sjá þá mætast svona í úrslitum á Íslandsmeistaramótinu. Já, það er bara hárrétt, sko. Þetta er algjör veisla. Já. Maður heldur oft að maður þurfi að fara út fyrir landinu eða á stórt mót til þess að fá flott og skemmtilegt box, en það er bara hérna í World Class Boxing Academy í kringlunni, sko. Já. Það er hágæðið skemmt. Lendi Viktor nokkrum góðu vinstri krókar. Noel með áminningu. Dómarinn segir Noel að passa aftan á höfuð.
þetta hefði verið þung hægri. Já. Þarna Kemur yfirhandar hægri frá Noel. Nikita er bara að kalla eftir því að Viktor passi sig á þessari hægri hendi hjá Noel. Núna er Viktor aðeins loose. Já, aðeins að... lendir hann að góðum hægri krók á Noel. Flott flétta hjá Viktori. Já. Maður sér kraftinn sem Viktor er að setja í suma þessum krókum, sko. Maður eiginlega bara finnur vindinn fara fram hjá sér. Já. Það sem meta stöðuna. Við finnst að sína hvort öðrum mikla virðingu og þarna lendir Viktor svo eitthvað rosalega. Já. Lani hans Noels virðist vera að pressa svolítið á Viktor, allavega reyna að halda honum svolítið aftarlega. 45 sekúndur eftir á lotunni. Góð hægri á Noel. Gott hægri. Krók. Á hægri. Noel er að lenda svona í lotunar. Þarna aftur. Varði þessa hægri. 10 sekúndur, hvað ætlaði að gera hérna? Bara ítt honum að búið. Lota 2, komin. Gott lota. Það er svo mikið áreiti að standa fyrir framan Noel. Hann er svo mikið á hreyfingu. Já. Hann er svo mikið með hendurinn fyrir framan þig. Alltaf einhvern veginn að hreyfa axlirnar. Þú veist aldrei hvernig hann ætlar að koma, eða ekki. Eða hvert. Já. Hann lætur þig giska endalaust. Já. Og þú veist, og ef þú stoppar og svona lætur dáleiða þig á þessu, Já. þá smettar hann þig bara. Já. Þá kemur bara eina hægra hendi að himnum ofan og hitir í andlitið á þér, sko. Einmitt. Hann er mjög góður að finna þess að yfirhandra hægri og það er eins og maður myndi að halda að allt sem hann svona gerir til að setja hana upp sé ekki neitt, en hann er alltaf með þessa vinstri króka og hann fer í bodyið og hann einmitt með mikið í vopnabúrinu þegar það kemur að hérna högg vali og Algjörlega. Hjartanlega sammála. Viktor það er mjög jafna lotur hingað til allavega. Mjög jafnar. Hnífjafnar og... Já, þó myndum maður að gefa Noel undir höfuðið að þá má ekki afskrifa Viktor Sovika. Nei, alls ekki. Hann er nóg inni. Það sem ég held að ráðið sem var gefið Viktor var eflaust að vera aðeins virkari. Reyna svolítið meira að standa í honum og taka einmitt svona, labba meira ámfram á hann. Já. Standa meira í Noel, ekki leyfa honum að koma sér á afturfótinn endalaust. Einmitt. Noel er svona að sjá pressuna og er flottur að víkja undan á afturfótinn. Já. Nikita kallar eftir jab uppercut. Já, líklega af því að Noel er svolítið að fara, hann er svolítið að skipta levels, fara niður. Þeir eru að kalla eftir hjá Viktori að fara í líkamann hjá Noel. Og góð vinstri krókur hjá Viktori. Já, og salurinn gjörsamlega byrjar að tryllast. Það er mikið stuðningslið í salnum. Já, heldur betur. Rúmlega tæplega helmingurinn búinn af þessari þriðju lotu. Og rosalega yfirhandar hægri hjá Noel. Þessi hægri hendi, hún er búin að vera monni í bara allan dag. Þessi hægri yfirhandar. Og aftur. Það var bara back to back to back.
Það sem Viktor verður að passa sig á að standa ekki of lengi fyrir framan yfir Noel. Þá fer þeim bara að rigna. Komnir hérna. Viktor komið í hotnið. Hann vill ekki vera þar. Önnur áminning fyrir aftan höfuði. Viktor virðist hafa fundið fyrir því. Flott létta hjá Noel. Viktor Sóga klappar hún þarna aðeins með vinstri klónum. Úff. Þarna önnur Þessi yfir hægri. Ég heyrði ekki alveg hvað áminningu dómarinn var að koma með í. Þetta er alvöru bardagi. Þetta er alveg bardagi. Hotniðans Noel kallar bara meira. Hann vil sjá meira af þessu. 20 sekúndur eftir líka. Já. Og Viktor er ennþá að svara fyrir sig 10 sekúndur. Sjáum hvað þið gera hérna. Lendir góður að hæra þetta á Noel. Það er rosalega flurry frá Noel í lokinn. Wow. Djöfulsins bardagi, maður. Djöfulsins bardagi. Þetta var rosaleg. Jesús. Ég út af mér. Nikita tekur á móti Viktori. Hérna, Hann getur verið ánægð með sinn mann. já, það er enginn sem tapaði í þessum bardaga, sko. Nei, þetta eru 2 sigurvegarar. Rosaleg frammistaða. En þessi hægri yfirhandar hjá Noel. Ég held að það var kannski þar sem setur útslæðir, sko. Já. Eins mikið af góðum höggum og voru í gegnum allan bardagan, voru þetta hreinustu og virtust vera hörðustu höggin. Og bara þessi hægri yfirhandar vissi bara heimilisfangið hjá Noel og fór þarna bara trekk í trekk, sko. Heldur byggður. Já, Viktor segi. Já. Og þá kynnum við það er split decision 3-2 samkvæmt dómurum. Það er Viktor Sóga. Við viljum fara í myndatöku hjá Arnaldi. Það er ljósmyndari dagsins. Noel, þakkar fyrir sig. Það er íþróttamannslega hegðun. Viktor Sóga er Íslandsmeistari í mínus 70 kg flokki Elite. Þetta er split decision. Þetta verður nú eitthvað rætt og diskuterað, en sanngjarnt. Þetta var hrikalega góður bardagi. En ég veit ekki split decision bardaga sem að fólk hefur ekki skoðanir á. Inn í næsturinn í hringinn er Benedikt Gylfi frá Hnefiðleikafélagi Hafnarfjarðar og hann mætir Ísaki Guðnasyni frá Hnefiðleikafélagi Kópavogs. Þetta var svona, ég þurfti að gefa smá svona höskuldaviðvörun eða spoiler alert, en nú kemur kynnir. Já, það er walk-over sigur hjá, það er hann William Þór frá Hnefiðleikafélagi Reykjavíkur. Hann fær, það er walk-over sigur hjá William Þór frá Hnefiðleikafélagi Reykjavíkur, en það er hann Steinar Bergsson frá Æsi, betur þekkt sem Mjölnir, en hann vildi ekki keppa í dag. Nei. Hann dróð sig úr keppni. Hann dróð sig úr keppni og þar með vinnur William. En endar, sko,
Nú veit ég ekki alveg hvort að hann sé nei, þeir eru náttúrulega í mínus 75. Já. Þannig þetta var bronsið. Já, þetta er bronsviðregnin. Bronsviðregnin sem William fékk. Einmitt. En Næsti bardagi er úrslitin. Það er úrslitin. En það er það sem að ég vildi sagt hafa þegar ég kynnti Benedikt Gylfa og Ísak Guðnason inn sem næstur inn í hringinn, sko. En hérna koma þeir. Benedikt Gylfi fyrstur frá Hnefiðleikafélagi Hafnarfjarðar. Sjáum í hópninu hans er Arnór Már Grímsson og Daniel Hans, stórleikari. Og í bláa hópninu Ísak Guðnason ásamt Kjartani og Emin Katrín. Reynsluboltanum Emin Katrín. Spoiler alert, höskuldarviðvörun, já, þetta verður eitthvað. Búaðir hingað til búinn að sækja alla titlana, já, fyrir utan náttúrulega, alla Íslandsmeistaratitlana. Viktor Sóvika, já, tryggði þrennuna. Þannig að það er annarkvæmt Hnefiðleikafélag Kópavogs eða HFH sem tekur þetta gull. Og við erum byrjaðir. Fledgerinn er sestur aftur. Já, kemur á harðarspretti og er spennt fyrir þessari viðureign. Þetta verður rosalegt. Nú man ég ekki alveg, en þetta er grötsmats. Jú. Þeir hafa alltaf keppt áður. Jú. Þá var Benedikt fékk dæmdan sigur, en það voru ekki allir sammála. Nei. Það verður rosalegt tempó. Ísak er mjög mikla vinnu, mjög mikla pressu, mjög þung högg. Á meðan Benedikt er svolítið aðeins hérna, ef ég leyfi mér að sletta, methodical. Hún vil aðeins betra að taka sinn tíma og finna fyrir rytma, en Ísak ætlar ekki að leyfa honum að gera það. Og mjög skemmtilega hreyfingar hjá Benedikt hérna. Þéttur og bara tight and slippin'. Það má benda á það líka að Ísak var í 3 lotu bardaga bara í gær á móti William. Já. Og Benedikt fór á móti Steinari Bergsinni. Já, Steinar Bergsinni. Já. Þarna flottur krókur sem að lendir hérna í yfirhornið. Benedikt er alveg þéttari núna en að ég hef séð hann. Já. Hann alveg grefur hendurnar sínar ofan í hanskana. Ísak ætlar ekki að leyfa Ben að hvíla sig neitt. Halda honum bara, eldur honum upp við reipinn. Alveg fléttar á honum. Smá potshot þarna. Þarna, þessi hægri yfir hjá Ísaki lenti vel. En Benni annars rosalega þéttur. Já. Virðist alltaf vinna svolítið í boddi hann Bennir. Virðist alltaf reyna aðeins að þeir eru duglegir hann í Hafnarfirðinum með vinni í boddi þegar hún skilur sér alltaf eins og þarna. Hann leitar að vinstri króknum í boddi, grípur þessa að meðan Ísak Þetta er flott box. Þetta er hrikalega. Þetta er flott box. Ísak tekst þarna að keyra eina hægri bara inn í vörðinu hjá Benna og króka sig yfir. 10 sekúndur eftir að fyrstu. Og lendir tvitsu hérna á Benedikt. Vá! Rosaleg fyrsta lota. Geggjum fyrsta lota. Ég hérna... Ísak rosalega vinnusamur. Já. Rosalega vinnusamur. Einmitt. Hann
það er eiginlega bara 1 gír og það er 50 gír, sko. Já. Hann ætlar ekkert að taka sér tíma og leyfa Benna að koma sér fyrir, sko. Nei, algjörlega Vaði. ekki. Benni er svolítið að halda sér þéttum og leyfa Ísaki að vinna Já. og láta það svolítið enda bara á vörninni og dýfa undir. Já. Finna einhverjar opnarnir mögulega seinna meir, reyna að leyfa Ísaki að þreyta sér smá og komast í gegnum þessa fyrstu erfiðu lotu sem er alltaf hjá Ísaki, sko. Algjörlega. Þetta er hættulegu leikur hjá Benna að spila, sko, að leyfa mönnum svona kýla í vörnina sína, sko. Þetta getur blekkt dómarana, sko. Já, algjörlega. Já, stundum er þetta bara, stundum er horft á þann sem vinnur meira einhvern veginn og lendir meira eða kasta frá sér fleiri höggum og það lítur ekki vel að taka á móti og margum ósvöruðum þannig, sko. Nei, það lítur ekki vel út. Sýndir Benni verið að koma með smá blóna sér í aðra nöðsuna líka eftir þennan fyrstu lótuna. Kemur svo sem ekki mikið á óvart. Nei, kemur svo ekki mikið á óvart. Þarna lendir Ísak. Benni með þétta vörn. Já. Vinstri hendina Spenna. Svara aðeins fyrir sig. Já, lendir þannig sjálfur hægra hendi. Þessi lendir mjög hreint hjá Benna. Hann er svo þéttur varnarlega síðan hann Benni. Já. Og Ísak svo vinnursamur. Þetta er ótrúlega skemmtileg viður. Já. Mjög tæknilegir báðir og góð. Bindið hittir hérna í þrígang, mjög hreint. Góð hægri yfir á Benna þarna. Já. Ísak er búinn að vera svo hrikalega vinnursamur. Spurning hvort hann sé að þreytast eitthvað. Hvort það komi opnanir þegar hann þreytist. Já. Benni virðist vera að finna stundum glufur í vörninni hjá Ísaki þegar hann er svona mikið á framfætinum. Það virðist ekki alveg vera sama tempó á, segi ég þetta og hann neglir hann í bodið. Já, neglir hann í bodið. Já. Arnór í rauðhátinu kallar út, vill ekki hafa þetta svona rosalega, ekki svona rosalega þétt. Benni virðist vera að byrja að finna högg þegar Ísak gerir sér líklegan til að koma inn á hann. Ekki alveg sama tempó líka í þessari lotu og fyrstu. Nei. En þá ferskir virðist vera. En þá mjög ferskir. Já. Maður heyri dunkana í höggunum en þá alveg vel. Heyri vel í þeim. Þarna Benni klappar hann vel með þristinum. Aftur, vá. Ég væri ekki svakalega tilbúinn til í að vera dómari. Eins og bara í nánast öllum viðraugnum dagsins, sko. Ég er sammála. Ég gæti séð þetta fara 1-1 inn í þriðju lótu. Já. Mér fannst, ég myndi gefa þessa lótu til Benna, persónulega. Mér finnst Benni hafa verið svona rúllandi á svona þéttara tempói. Já. Bara svona á sínu tempói meðan Ísak byrjaði rosalega hratt. Var mjög vinnursamur, vann þá lótu að mínum mati, held ég. Bara með vinnursemi og svona. Ég væri sammála því. En núna finnst mér aðeins vera að hægjast á Ísaki Guðna. Já, við erum aðeins að komast nær tempónu hans Benna, það sem Benna líður við. Miðað við hvernig önnur lótan fór, sko. Nákvæmlega. Og þá áttu svolítið komin svona á hans tempó, í hans leik. Já. Sjáum hvað, hvernig þriðlóta fer, þetta verður spennandi.
Byrjar þriðja og seinasta lotan. Úrslita viðureign í mínus 75 kílóa flokki. Nær hann þarna. Það sýndi upp með að lenda ágætlega, haus ekki guðuna. Já. Flott stunga hjá Benedikt. Ísak með góða stungu í body og góða hægri þannig. Þarna lendir Ísak hrikalega vel. Body haus. Henni bytt slappar hann aðeins á móti. Nú var ég til að sjá aðeins meira frá Benedikt. Já. Vörnin þétt. Það vantar svolítið upp á svörin. Heitir Ísaka með góðri hægri. Spurði hvað það var heyrt í mér þarna. Vörnin aftur. Þarf að vera aðeins, já, hornið hans að kalla eftir því að hann svari eitthvað af þessum höggum hjá Ísaki. Flott stunga sem lendir hjá Ísaki. Uppercut. Ísak. Rosalegu krókur hann. Það er talningu yfir benna. Dómarinn aðtöða hvort það sé alltaf lagi með Benedikt og þeir byrja aftur. 40 sekúndur eftir að þessari þriðju og seinustu lotu. Það er 20 sekúndur. Og Sýnist aðeins vera að renna Benna úr greipum. Benni virðist vera mjög þreyttur núna og Ísak neglir hann yfir andra hægri. Hjá Ísaki. Hann er svo vinnusamur. Já. Það er bara erfitt fyrir Benna að svara hann. Já. 10 sekúndur. Þarna vel gert hjá Benedikt. Lendir einni hægri. Ísak er vélmenni og þeir báðir fyrir viki. Jesus. Sko, á tímapunktunum sem maður heldur að það sé kannski einhver þreyta komin í Ísak, Já. að þá bara gírar hann upp og Já. Hann bara gerur upp. Þetta er bara bluff. já, Hann er ekkert svona þreytur. hann er bara þykjast. Já. Hann er bara þykjast. Já. Lady Gaga myndi kannski segja að hann væri með poker face. Já, jú. Svei mér þá, ég myndi halda að þetta færi í blátt. Blátt er líklegt. Mér sýnist Ísak Guðnason líka vera bara mjög ánægð með sína frammistöðu. Hann er komið með hendina upp. Það var rosaleg frammistaða. Ég hef ekki hissað að þetta væri splitt. Nei, gæti verið splitt. 3 dómarar Benedikt eru að dæma þetta. Hann virkar svektur, Benedikt. Já. Leið honum kannski að komast upp með full mikið í fyrstu lótunni. Já. Leið honum mögulega aðeins að Vinna um mig. Þetta kemur það. Það er Ísak Guðnason í bláháttunum fyrir nefalega til að Kópavogs sem er Íslandsmeistari í mínus 75 kílóa flokki, fullorðinsflokki. Þetta er ríkalega flotta frammistöðu. Hann er algjört velmenni. Það fóru þeir í ljósmyndatöku hjá Arnaldi Sigurðssyni sem er ljósmyndari dagsins eins og áður hefur komið fram. En þetta er fyrsti Íslandsmeistaratitilinn sem fer ekki til Búatýr. Það er þá Búatýr
í Kópavogi komnir með 3 og Hnefileikafélag Kópavogs 1. Sigurvegari dagsins kannski bara Kópavogur, bæjarfélagið. Elmar Gauti Halldórsson. Næstir inn hringinn, já, það búið að kynna inn óskapara þjóðurinnar Elmar Gauta frá Hnefileikafélagi Reykjavíkur. Svo fáum við Elijah Andersson. og svo fáum við frá Hnefileikafélagi Kópavogs Dimario Andersson. Kannski aðalsögurinn hérna er að það er töluverður reynslumunur á þeim tveimur. Dimario Elijah Andersson, en Dimario er rosalega efnilegur, hefur sótt nokkur óvænt úrslit. Hann fekk sigur gegn Benedikt Gylfa á HFA Open sem var, já, endaði að vera svona hálfgett uppbytunarmót fyrir Íslandsmeistarmótið, mikið af endurleikum. Já, ef satt skal segja, nú þarf Dimario að grafa djúpt, hann þarf að vera game, hann þarf að eiga góðan dag. Því þetta verður erfitt. Þetta verður brekka gegn Elmari Gauta. Elmar Gauti hefur náttúrulega, hann hefur bara barist á hæsta leveli. Það er smá töff. Það er við svona tölvukerfinu hjá dómarunum. Þeir halda sér heitum, skokkastanum og við byrjum. Dimario byrjar á að leita í skokkinn. Dimario Gauti, hann er game. Dimario er game, hann byrjar að flétta á Elmar. Hann sýnir Elmari Gauta enga virðingu, þetta er rosalega. Jesus Christ. Þetta er rosalega. Það er smá áminningu, ekki fara á lágt niður. Það er sanngjarnt. En Dimario ætlar ekki að sýna Elmari Gauta neina virðingu. Nei, alltaf bara hjól í hann. Hjól í hann. Guts and glory. Já. Leið að þessi bardagi verður tæknilegri og reynsla fyrir að kikka inn, þá ætti þetta svona laumast í rauðahátti til að maður heitir hrikalega vel í skokkinn hérna, Dimario. Aftur. Virðist ætla að taka bara út Elmar. Kastar þannig höggum og Elmar... Svolítið Þetta er rosalega bardagi. Svolítið síðan að Elmar varðist síðast. Jú, mikið rétt. Hann kannski þarf einu lótu til að dusta rykið. Önnur ámingin frá dómarunum til Dimario. Flott jobb hjá Elmari. Aftur. Dimario og öflug líka fara ekki bara í höfuðið, að fara í magan á Elmari. Bæði með jabbið og þungu högginn. Núna gæti þróast svolítið. Þetta gæti þróast til Elmars ef hann fær að halda fjarlægðinu svona. Elmar byrjar að vinna. Núna virðist Elmar alltaf aðeins að taka Dimario á Dimario. Já, núna er Elmar bara að byrja að skemmta sér. Já. Dimario býtur á minnstöki. Skrættir sig. Hitti Dimario hann annað með góðri hægri. Já. Góður að færa þingina og bara svifla. Elmar
Næ, Þarna Kanti kominn yfir Di Mario, maður. Di Mario. Elmar ratar í hvíta hátið. Sjáðu hvað Elmar er vondur á svipinn. Alveg hræðilegur á Mesta svipinn. gæðablóð í heimi. Já, Og hafi lótan búinn. hann var agalega ljótur hann á svipinn eftir Kanti. Hérna, rosaleg lota. Já. Var svolítið Di Mario fyrir hlutan af þessari lotu. Bakka, halda Elmar á eftirfætinum og vinna svolítið í jónum, en það er eins og hann hefði bara kveikt á Elmari, sko. Já, Með að byrja svona hratt, sko. Já. Elmar er náttúrulega bara með þennan hund í sér og lætur ekkert vaðið yfir sér. Nei, stundum þarf, sko, að kýla Elmar svolítið í gang, sko. Oft er hann ekki alveg vakandi fyrir hann fær eitt högg, Já. eitt þungt högg og þá áttar hann að segja, já, ég er að boxa, skilur, þetta er slagur, skilur. Ég skil. Já, Það vissulega kveiknaði á honum hérna undir lokin Já. og maður sá að Di Mario, hann er svona að fara að líða óþægilega þarna. Já. Hann var farin að bíta í góminn og gretta sig. þetta er heilmikil pressa til að díla við, sko. Já. Og talandi einmitt eins og í seinasta bardaga í Ísak, Elmar er svipaður vinnuhestur, sko. Já. Það er eins og hann gýrar aldrei niður, sko. Nei. Og ég held að fyrsta lotan hefði getað verið splitt eitthvað meginn í báðar áttir, getið Já. séð, sko. En svo er forvæntilegt alltaf að sjá hvað gerist í annari lotu, svo. Ég myndi segja svona að Di Mario hafi mögulega unnið svona fyrstu 1,5 mínútuna og Elmar seinni 1,5. Di Mario byrjar hérna, hann er búinn að lenda nokkur sinnum á Elmar. Hann á bara svo erfitt með ákefðina. Það svarar fyrir sig. Þetta var ágætis öll í skokkinu Di Mario. Elmar verðist alltaf bara, Núna er hann bara Elmar svolítið hann að skemmta sér. Di Mario verðist að dæma svipnum hans verðist ekki vera að fíla þetta allt of mikið. Nei, ja, það var svolítið að fara að rigna yfir hann þarna. Og Elmar, Di Mario stendur ágætlega í honum. Já, gerði Neitar svolítið að taka skrefið aftur og bak núna, en Elmar með góðan vinstri krók Já, og fær annað count. talning. Elmar finnur greinilega einhverja blóðlykt. Hann finnur lyktina af blóði. Elmar er ekkert að spara sig sko, þó það Nei. sé reynslumunur og svona. Þetta er Íslandsmeistaratitill, Já, þetta er hans heimavöllur. Hann er ekki að fara að gefa eftir. Hreyfingarnar orðnar ansi þreyttar. Sjálf Mario. ein mínúta eftir af lotunni og Elmar ætlar bara að vinna og vinna og vinna bara. Hann alveg vinnur og vinnur. Gefa honum lítinn sem engan tíma til að jafna sig Nei, milli högga. hann fær engan tíma. Nei, Og lendir vel hérna vinstri í skokkinn á Di Mario. og fær Það er önnur annað talning. count yfir til Mario. Þú þarf Di Mario að fara að hreyfa sig aðeins meira. Já. Hann náði til að standa hérna og leyfa sig bara að rigna yfir sig. Já. Hann verður aðeins að hreyfa sig. Og dómarinn, Dómarinn segir bara stopp. já, dómarinn stöðvar þessa viðri. Já, dómarinn segir bara stopp. Rosalegu bardagi. Þetta var... Þetta er svolítið bara sagan af bardagunum hjá Elmari. já. Að þegar hann fer í gang er erfitt að stoppa hann og Di Mario sýnir hérna gott hjarta og rosalegt. Rosalega bardagi. Aðdáunarverð frammistöða hjá Di Mario, en þetta var bara... Elmar Gauti er bara... hann spilar í meistaradeildinni. Di Mario er að taka síðu fyrstu skref svona í keppnum. Búinn að vera á góðum árangri.
Hvort það sé ekki bara fjórði bardaginn hjá Di Mario. Þú er ekki að segja með nógu mikilli sannfæringu til þess að hengja mig upp á það. Það er í rauða horni Elmar Gauti Halldórsson frá Hnefileikafélagi Reykjavíkur Íslandsmeistari í mínus 80 kílóum. Við sjáum að hann er sáttur, komið tilbaka. En já, ég ætla að giska á að Elmar Gauti eigi kannski svona 200 kíló af bikurum og medaljum. Góð framstæða hjá Di Mario, en já, ekki nóg. Hringdómarinn í þetta skipti ákveður að kalla viðurlögina af. Ég hugsa að þetta sé ekki mikið hægt að kvarta yfir því. Þetta er nú líklega bara góður dómur. Ja, eflaust góður dómur. Mjög góður, finn ekki fyrir henni. Það er 7. viðureign dagsins. Það er Við höldum áfram. Strákarnir halda bara áfram að stækka. Það er Þorsteinn Sigurðarson gegn Gabriel Marino frá Bóatýr. Þetta er spennandi viðureign. Bóatýrstrákarnir hafa bara verið óstöðandi í dag. Þeir eru það er svona Íslandsmeistara klúbburinn eiginlega. Þeir eru komnir. Það er Gabriel Marino í bláa horninu og Þorsteinn frá Hnefileikafélagi Hafnarfjarðar í rauða horninu. Sjáum hann hérna vinstra megin á skjánum. Það þarf ekki að treysta mér fyrir því, það sést á skjánum. Gabriel Marino til vinstri, Þorsteinn Sigurðsson til hægri. Já, og í hótnunars Þorsteins sjáum við okkar allra besta, það er Kolbeinn. Atvinnuboxari Kolbeinn Kristinsson. Mikil reynsla í hóttunans Þorsteins. Já, Kolbeinn náttúrulega 17-0 sem atvinnuboxari. Hann á bardaga framöndan í Þýskalandi. Hvort það sé ekki 31. maí, hvort það sé ekki farið með rétt mál. Og hér eru við byrjaðir. Þorsteinn einbeittur. Þeir byrjaði aðeins að þreifa fyrir sér. Gabriel Marino tekur hringinn. Bara mættur á ný. Hverju misti af? Já, við höfum rétt að þreifa fyrir okkur, Gabriel, hérna, Gabriel minn. Já. Ekki mikið að gerast núna, nema Gabriel Marino kannski vinnur tískutakta dagsins með mjög háa, flotta sokka. Já, þeir eru geggjaðir. Hann ætlar vissulega að representa bláa hornið. Alveg upp á hnjám. Við erum búin að vera með svolítið mörg matchup núna í þessum úrslitum á mótinu á Southpaw móti Orthodox. Er þetta þriðja viðureignin? Já. Þar sem Gabriel er Southpaw. Já, það er rétt hér. Og hvort það sé ekki alltaf búið til menn sem eru involveraðir í... Já, þeir eru... Góð vinstrið hana frá Gabriel. Fínt 1-2. Gabriel verðist alltaf elda Þorsteinn bara hérna.
held ég Gabriel með hann vel. Þorsteinn og ennþá eftir að svara hann meira fyrir sig og fá smá virðingu í hringnum. Kannski svona tiltölulega auðvelt fyrir Gabriel með hann akkurat núna. Já. Hann allavega að halda honum upp við reipinn. Reyna að króa hann af og finna einhverja opnun til að koma inn. Þegar Gabriel með hann virkilega vil að Þorsteinn sé að dansa svona við reipinn. Þetta er stór hringur. Þorsteinn mikið að hreyfa sig fyrir reipinn, neitar að leyfa standa kjör fyrir framan Gabriel. Mitt. Já. Gabriel þarf svolítið að langar að sjá smá vinnu, finnur jabbið þannig að verður til í að sjá aðeins meiri vinnu frá þeim, þeir eru ennþá svolítið að finna sig. Komnir í svolítið þungan flokk líka, -85. Það er alvöru höggþungi þegar maður er komin í þennan flokk og upp úr. Heldur við. Fyrsta lota 10 sekúndur eftir og Gabriel nær þannig að Blitzu og Þorsteinn svara fyrir sig. Þráttu að vera stóri strákar sko. Það hefur Gabriel maður nú alltaf verið, hann hefur alltaf verið með ágætt á tanknum og mjög vinnusam. Já, jú, algjörlega. Það hafi verið mjög minnistætt á Icebox þegar Gabriel mætti Kristoffer Damond og slóði ykkur 26 högg á 30 sekúndum. Já. Það var rosalegu bardagi. Það var rosalegu bardagi. Hann náði inni, en ég held að við þurfum að vera heiðarlegir og segja að það hafi ferið skuldlaust í blátt mót. Já, er það ekki? Til Gabriel. Já, jú, alveg algjörlega. Svolítið náði klálega að lenda fleiri höggum ásamt því að kasta út fleiri höggum, sko. Virtist vera svolítið svona feeling out lota svoköllu. Báðir svolítið að finna hvar þeir hafa hvern annan, sko. Ekkert allt og mikið af höggum í gegnum lotuna. Svolítið eltingaleikur hringinn, sko. Og Þorsteinn var alveg á eiturhring allan tíman. Já. Það sem gerist ofta eftir svona rólega fyrsturlótu er að eftir að fá tiltal frá þjálfurum, sko, er að þá geta að koma menn oft tvíeldir inn í aðralótu, sko. Já. Byrjar önnulóta. Og það er engin annar en Kolbeinn Kristinsson sem er að gefa þér smá orð í eyra. Og þú hlýtur nú að taka mark á því. Já, nákvæmlega. Fyrir að færa smá hiti í barnaðan. Þorsteinn gerir vel að vera með vinstri hendina á svolítið. Finnur hana í bótið. Mér heyrist Arnór Már Grímsson í rauðahotinu kalla eftir 2-3-2. Treysti mér það virkar. Já. Sjáum hvort tveir þarna kom tvisturinn allavega. Þarna kom tvisturinn og mér sýndist það bara ætla að virka. Já. Það væri flott að sjá Þorsteinn bara svolítið keyra áfram með fléttu. Frekar hann þessi stöku högg. Hanna, gott kombination frá Gabriel. Eftir að fyrstu höggin fara svona að lenda í lútinu þá opnast þeir óttu og fara að verða aðeins meira lús og Það opnast svo blóðgáttunar. Já, nákvæmlega. Já, góð vinstri frá Gabriel. Svara fyrir sem er góðri hægri. Salvi er kallað eftir því að Gabriel keyrir hann út í hornið. Ég er þannig að segja að það er bara ágætis ráð, þungur þristur hjá Gabriel Marnó sem að Þorsteinn fyrir að blokkar. Vindtök þarna frá Þorsteini. Góð tvistur í body hjá Gabriel. Mjög svo. Alveg smellendi. Já.
Góður 1-2 þannig hjá Gabriel. Góður tvistur svo. Þetta lendi. 10 sekúndur eftir að lotu 2. Og þarna kom tvistur frá Þorsteini. Jáhá. Já, Gabriel, hvað fannst þér þessu lotu? Hvernig fannst þér þetta að þróast? Þetta var svolítið meira í sama með aðeins meiri vinnu frá báðum aðilum. Já. Gabriel virðist ennþá mjög ferskur og virðist hafa alveg orkuna til að geta verið að kýla meira frá sér þannig inn í búrunu. Hvað Þorsteinn er að gera sem kemur í veg fyrir það veit ég ekki alveg. Nei. En ég væri til í að sjá svolítið opna Þorsteinn líður augljóslega ágætlega þannig að bara vera á afturfætinum og reyna að svara fyrir sig. Mér finnst það ekki vera svona vegletti vinnings. Nei, það er einmitt, já. Það að vera í þessum kattar og músaleik tapar oftast músin, Já, virkilega vel orðað og vel sagt. En og Gabriel virðist mjög klár í þetta, stendur. Já, ég held að hann ég held að þriðja lotan verði eitthvað, Já, hann hleypur bara í miðjuna. Já, ég vonast til að sjá, hér gætu við fengið að sjá rosalega lotu. Mér líður næst að Þorsteinn þurfi að taka smá séns. Já. Mig grunar að Þorsteinn sé undir núna. 2 lotum, þannig að hann þarf að láta eitthvað rosalegt gerast í þessari lotu. Já, nær þarna nokkrum góðum höggum. Gabriel ætlar strax að svara fyrir sig. Come on, aggression! No. Yes, aggression! Come on, Gabriel. Nú Þorsteinn kominn Gabriel. út í horn. Þegar Gabriel nær Þorsteini svona út í horni, hann þarf að vera, vinna svona. Þarna, halda honum svo upp í reipinn og vinna þar. Flott í body, gott svar hjá Þorsteini. Gott svar hjá Þorsteini þarna. Við erum að gera meira svona. Nú. Þorsteinn virðist núna aðeins vera að fóta sig betur. Já. Það er hárrétt. Við verum bak og bak. Mínúta eftir af þriðju og seinustu lótunni. Já. Mínúta eftir. Góð bein vinstri frá Gabriel. Bein vinstri þarna, slapp í gegn. Þorsteinn svarar fyrir sig, lendir ekki. Yes, aftur! Gabriel, ekki stoppa alltaf lengi! Aftur, 1-2. Pivot þarna hjá Gabriel. Come on, jab, come on! Það eru 20 sekúndur eftir að þessari lótu. Þorsteinn aðeins fann að þreytast. Hann hefur gert vel í því að halda hægri hendurinn sinni bara vel upp við höfuðið Hún er aðeins fann að síga. 10 sekúndur eftir og nú ætla Gabriel held ég bara að... nú... Þorsteinn kom með svona blóðum sér. Þorsteinn kom með blóð í nefið og... Gabriel kom með blóð aftan á bak og þeir knúsast að lokum þessara viðuregnar. Þetta var stránkæðileg. Við fengum hérna blóð frá Þorsteini á lýsindaborðið. Jáhá. Ég getur svarað, ég held ég að fengið dæmi. Ég held það í smá tíma, en sem betur fer. Smá, góð sletta.
En jú, þetta var góðu bardagi. Svolítið hægara tempó en við vorum svolítið heppnir með fyrstu bardaga kvöldsins. Þetta er búið að vera, þeir voru rosalegir og það er kannski erfitt að fylgja þeim eftir en þrátt fyrir það mjög góð frammistaða. Svolítið langt síðan held ég þeir báðir hafa barist þegar komin smá stund síðan. Og Já. Þorsteinn mjög reynslumikill, mun reynslumeiri en Gabriel. En þrátt fyrir það held ég að þetta fari í blátt horn. Já, ég þarf alveg að vera sammála þér, Gabriel. Það er einum ákvörðun. Það er einum ákvörðun í bláa hornið. Jón Lúðvíks er komin í hringinn, afhendir verðlaunin. En það var staðfest, það er fjórði titillinn hjá strákunum í Bóðatýr frá Gamli Marino Robertsson sem að tekur Íslandsmeistaratitilinn í mínus 85 kg flokki, elite. Já, klálega bara klúbbur mótsins, ekki annað hægt að segja. Það eru ekki fleiri strákar frá Bóðatýr sem að keppa í dag, þannig að þeir fara heim með fullt hús titla. Geri aðri betur. Við fáum þá síðustu viðureik dagsins. Það er það er verið að kynna inn mennina. Það er Ágúst Davíðsson í rauðhorninu á móti Akureyringunum Elmar Freyr Aðalheiðarsson frá Hnefileikafélagi Þór. Þeir eru vissulega báðir frá Hnefileikafélaginu Þór. Þetta er friendly fire. Þið verðið ekki meiri vinir en það. Deila hringnum saman. Ágúst Davíðsson hefur verið að koma skemmtilega óvart upp á síðkastið. Það var mjög samfærandi. Hann átti viðureik í gær. Vann sér inn í úrslitaviðureikina. Og Elmar Freyr náttúrulega bara búinn að vera lengi viðlóðandi í Íslandi. Er svona að koma tilbaka, koma sér í form, vippa sér í gang. Er það YouTube? Já, Lofaðu? ég lofa. Promise. Ég lofa. Promise. Hello, strákar. Like and subscribe. Herrum, og við erum byrjaðir. Krakkarnir á staðnum hafa mikið áhuga á steiminu. Og þetta er komið í gang. Loka viðureik dagsins. Það er loka viðureik dagsins. Flottur vinstri krókur hérna hjá Dag. Stóru strákanir. Það eru the big boys. Já, það eru big Plus 90 boys. kíló. Já, heldur betur. Já. Elmar Freyr er nefnilega, enn eitt Southpaw Orthodox matchupi. Þar Já, sem það er Elmar er nú Southpaw. Já. Hérna, áhugavert matchup. Áhugaverð matchup. Það er eitthvað við það að vera í suðurloppunni sem að fleytir manni aðeins áfram, menn það er erfitt með að díla við það. Held að það sé bara bókstaflega til ykkur tölfræði. Það er tökk hjá honum Ágúst. Úff. Sjáum hvað. Elmar í gegnum tíðina hefur sýnt að hann hafi rosaleg bodyshot þegar hann kemst af stað með þau og rosalega höggþungur ásamt því. Vann seinasta bardaga sinna á HFA Open á móti Armandas. Stöðvaði þann bardaga. En þetta er svona ekkert grín að vera kýldur af Nei, Elmar þetta Freyr. er Já, ekki Ágústi heldur. Nei. En þeir ættu nú að vera vanir. Báðir frá Þór náttúrulega. Já, báðir af norðan. Já. Þannig að þeir hafa vissulega eitthvað að tala um. Ætli þeir hafa ekki karbúla hérna leiðin í bæinn. Í alvörunni. Ég get nú ekki lofað því. Það væri nú fara saman heim. Já, keppnisferðin sko.
Mér sýnist þeir ekkert vera eitthvað að halda mikið aftur á höggunum sínum þrátt fyrir það. Já. Það var nú eitthvað saga um það að Ágúst Davíðsson ætti Facebook-grúpuna Ég elska Elmar en hann hefur alltaf tíð síðan neitað fyrir það. Það er svoleiðis. Já, það var eitthvað kjaftasaga. En við, hann verður svona allan ekki elska Elmar í hringnum. Nei. Hann er alveg að láta högginn dynja. Áminning fyrir að setja enn í jörðina. Já, kannski var hann líka bara að tala um Elmar Gauta sem bara hérna fyrir í dag. Já, kannski er þetta tilengja honum. Já, Facebooku er vissulega tilhenguð Elmari Freyr. Já, það er svoleiðis. Já, en þetta var sanngjarnt að klóra svona í bakkann. Rosalega vinstri krókur. Rosalega vinstri krókur. Þarna lendir Ágúst tvistinum. Góð flétta, lendir í seinasta högginu. Rosalega krókur frá Elmari. Vörnin þétt. Ísis 5 sekúndur eftir að þessari lotu. Hvað ætlaði að gera? Já, ég ætla að dómari dagsins hringi bjöllunni fyrir allan penninginn. Já. Ég mun heyra þessari bjölláli bara til morguns. Elmar virðist vel blæður eftir fyrstu lótuna, þeir báðir. Hvernig fannst þér þessi lót að fara? Mér fannst þeir báðir svona frekar þéttir lenda svona þyngstu höggunum sínum í vörnina. Já. Og bara, ég var svolítið erfitt með þessu lóti. Ég líka. Ekki mikið á höggum sem stóðu rosalega upp úr. Nei. Svona í heildina á liti. Mjög jafnt á þessu. Það sem ég væri til í að sjá, reynda núna, og ég unda ekki dómarana, en það sem ég væri til í að sjá frá Elmari er að hann hefur rosaleg skrokkhögg. Hann er rosalegur þegar hann byrjar að leita í magan og miðsvæði, að þegar hann býtur þá flug í sig og fer bara þá, það er rosalegt að sjá það, og ég væri til í að sjá hann fara meira í skrokkin. Sjá hann færa meira í skrokkin. Fleiri level changes. Ágúst vissulega mjög hreyfanlegur þrátt fyrir þyngdina sína. Þannig að það Stóri strákar. Flott að sjá léttur og fæti ávallt. Gott þú þurfir að víkja sér undan. Já. Beygir sig undir þarna Elmar. Böntrir. Það eru þessi högg sko, þeir eru duglegir að víkja sér undan. Það er þekki hvort annan ágætlega. Þarna fínt jab. Rosalegu bein frá Elmar þarna. Koma tvö þarna í vörnina í bodyinu. Já. Þarna komu skrokkhöggin sem að þú varst að biðja um á. Já. Ég vil nóa þeim hjá báðum. Ágúst er góður að fara með stunguna í magan hjá Elmari. Getur að opna fyrir allskyns tækifæri að koma með tvistinni mitt uppi eins og hann gerði þarna. Flott yfirhendar hjá Ágústi. Klapp nær aðeins að slá Elmar utan undir hanna. Það er áminningu. Já. Hausinn upp. Þarna. Gæti ekki betur séð en að Ágúst hafa bara hitt ágætlega. Já. Og aftur þarna á leiðinni út. Áminningu. Killa aftan á bakið. Fær Elmar. Mér finnst Elmar svolítið svona, hann er svona aðeins svalari og hnitmiðari einhvern veginn. Mér finnst Ágúst aðeins hoppa og skoppa meira. Já. Bein vinstrið hana hjá Elmari. Gæti ekki betur síðan að þetta bara enda í vörninni hjá. Já. Mér er búinn að vera ansið þéttur. Ágúst fær aðra áminningu bara í... Já. Þessi. Já, upp með höfuðið. Hann er að fá seinust áminninguna sína áður en það verður þá dregið á honum stig. Já. Það væri ansið dýrkeypt í þessari viðhöfn. Já. Og rétt fyrir þessa áminningu þá lenti Elmar alveg rosalegu höggi í skrokkinn. Já. Sem ég persónulega væri til í að sjá meira af. Já. Heldur. Og þarna strángheðileg stunga. Þetta gerist þegar maður setur stungu í skrokkinn. Já, að það opna fyrir. Það opnast uppi. Já, nákvæmlega. Ágúst, hann mun finna fyrir þessu á morgun.
Herðu, 10 sekúndur. 10 sekundur. Bein frá Elmari. Já, það er önnur nota búinn. Úlingurinn með bjöllunni, Ronald Bjarki svíkur engan. Nei, alls ekki. Hann er með puttan á púlsunum þegar það kemur að þessu. Já. Þessi lota, ég verð að segja, ekki fannst mér hún eins tæp og fyrsta. Mér fannst Elmar svolítið vinna meira og náði kannski öflegri höggum. Hreinum höggum. Ég hugsaði það sama sko sérstaklega undir lok lótunum. Já. Ég hugsaði sem þegar 2 mínútur voru búnar, þá væri ég líklega að fara að dæma þetta í rautt horn. Já. En það lenti nokkur mjög clean, sérstaklega eftir seinni viðvörunina frá Ágústi þegar hann vissi að hann mætti ekki beygja sig of langt. Já. Og hann myndi að missa stíið sko, þá fór hann að passa sig og þá fór Elmar að lenda. Já, það einmitt. Þetta hefur rosalega áhrif að þegar maður er kominn á svona reiða seinustu viðvörun frá dómarunum að maður sé kannski að hreyfa sig aðeins of mikið að þá kannski fer maður of mikið í hinn áttina sko og er meira kjör. Ég minn Katri, hann að heilsar upp á kommentatoruna. Þetta er forvinni. Síðasta lóta mótsins. Já. Og í bardaga sem gæti farið Það bara krakkar Ágúst. Elmar er hrikalega vel með vinstri hendinni, vinstri krókurinn. Mér finnst þetta vera, þetta er bara spurning hver vill það meira. Já. Þetta getur auðvitað verið 1-1. Já. Þessi lota held ég mun setja sá sem vinnur þessa lótu, hugsa ég, vinni Íslandsmeistaratitilinn. Já. Gott skrokkhögg hjá Elmarið hana. Já, og aftur þarna höfuðið. Þessi viðstöður. Þessi lendi maður. Ég fann fyrir þessari. Og þarna fer hann í, og þarna kemur hann með uppercut. Ágúst svara vel fyrir sig. Ég ætlaði að segja að Elmar væri farin að finna grúfið sitt, en þá kom hann með þessa fléttu. Já, Ágúst sagði nei. Já. Lendi við þarna beint í klinchið, lokar á það. Ágúst þarna að leita af stunginu í skokkinn. Það kemur 3-2 frá Ágústi. Lóknum góðum. Dómarinn segir break. Elmar gerir rétta hlutin. Mér sýndir nú Elmar hafa tekið skrefið aftur á bak, en þráttur við það. Já. Og höldum áfram. Sýnist. Ágúst. Ætli blái fái. Já. Nú fær Elmar áminninguna. Ágúst verðist vera aðeins virkar allavega með meiri fléttur allavega á leiðin áfram. Já. Og hann er rosalega gay. Já. Elmar fær aðra áminningu. Hlýtur að gefa Ágústi smá svona sjálfstraust að sé eftir að vera að skamma Elmar. Já. Ágúst hérna með mörg högg. Já. Í vörnina reyndar. Það er stopp. Kemur stopp, þannig að högg eftir stoppið. Og hér með líku bardaganum. Seinustu loti í seinasta bardaga Íslandsmeistaramóts. Já, en lokið. HNÍ. Það er búið að, þetta var síðasta bjartan. Elmar fer í bátinn sitt. Þakkar Kolbeini Kristinssyni fyrir, gott kornerráð. Ágúst gerði það sem með sínum þjálfara. Þjálfari frá Nefnleikafélagi Þórs. Ég skal alveg viðurkenna það að ég hef ekki hugmynd hver tók þennan bardaga. Nei. Hvað finnst þér? Ég bara er ekki viss. Ég væri bara ekki hissað. Ég er ekki hissað að það færi í rauðhóttnið, ekki hissað að það færi í bláhóttnið.
Ég er að vonast til að þetta sé einmitt, ég er svolítið að vonast til að þetta sé splitt, þannig mér líður betur Já, að hafa ekki já. hugmynd þetta, sko. Já, ég er 100% sammála. Já, Maður er minna týndur í lífinu ef þetta er splitt sig. já. Skreppi ég frá henni smástund. Já. Jón Lúðvíks er mættur í hringinn með medalíuna og bikarinn. Það er einróma ákvörðun í bláa hornið. Það er Elmar Freyr Aðalheiðarsson frá Heiðarleikafélagi Þórs. Já, það gæti ekki annað gerst en þetta færi til Þórs á Akureyri. Það er ein afhending í viðbót. Það er Benzabikarinn. Við bíðum eftir að heyra hver vann bikarinn. Benzabikarinn er með skjátt ekki besti hnefaleikamæðurinn á Íslandsmeistamótinu. Jú, Jú. er það ekki það sem er verið að gefa út? Heyrðu, við erum týndir í lífinu, greinilega, einróma ákvörðun. Einróma ákvörðun í blátt. Já. Ég var að hugsa splitt í rautt. Það væri forveitinlegt að skoða hvernig þessi bardagi var dæmdur. Já. Og líka bara í mörgum af þessum bardugum, sko. Já. Maður er alltaf forveitin að vita hvaða lótur fara í hvaða horn, sko. Já, vissulega. Það er leiðilegt að heyra að maður sé svona týndur í lífinu. Ég er kannski bara heppinn ef ég rata heim til mínu á eftir. Já, ég sveim við þá. Hver ætli hérna... Hver fannst þið að standa upp úr sem... Það er nú erfitt að segja. Það er erfitt að, sko... Það væri erfitt að, hérna... eins og Ísak til dæmis. Búinn að keppa í dag og í gær. Já. Og vinna alveg bara með svolítið með yfirburðum, sko. Vera svolítið bara unstoppable force að mínu mati, sko. Búinn að vera hrikalega flottur. Ég er ekki hissað að þetta færi til strákanna í Búatýr. Það er kannski sérstaklega Artem og Míhail. Já, rosalegir þar líka, sko. Já, þannig að, ef ég þykist vita eitthvað um box, þá myndi ég nú kannski giska Artem Míhail eða Ísak Guðmundsson. Já, ég er bara sammála því. Já, við fannst... Það væri svolítið erfitt einmitt að gefa einhvernum þetta sem hefði ekki, sko, sem hefði ekki keppt báða dagana, sko. Eins og Elmar gautið hana með stöðvun í bardaganum sínum, í annarri lótu. En mikill kannski getumunur þarna, það var kannski aðeins of auðvelt hjá Elmari. Já, það er nefnilega það, sko. Oft eru þeir sem fara allar 3 lótunar og sína sig þar, að maður fari að sjá mest af þeim og þar með auðveldur að gefa þeim þetta, en ég myndi mér sterklega grunar Ísak. Já. Það verður eiginlega bara að segjast eins og er, en kæmi ekki óvart og ef einhver af Búatýrstrákunum myndi fá þetta. Nei, Búatýr náttúrulega unnu allar sína viðureignir í dag. Já. Fara með fullt hús stiga, fullt hús bikara á Íslandsmeistaramótinu. Það er einmitt, þetta er rosa árangur hjá Búatýr. Já. Hrikalega góður árangur, en ég get ekki betur séð en allir sem mættir inn í hringinn. Heldur betur. Ég hugsa að svona eftir mótið það verður örugglega mest talað viðureignina milli Noel og Viktors. Það fá split decision í rautt horn til Viktorsson. Jú, já, það komur svolítið óvart. Það kom pínu óvart. Já, en... Já, einmitt. Jú, ég hugsa að það sé... Ég hugsa að menn muni diskutera það mest og fara á Iceland Boxing og horfa mest á þann bardaga. Grípa bardagana þar. Já, þeir verða komnir inn bara seinna í dag. Já. Þannig einhverju fjölskyldur vinir að vandamenn vilja horfa á annarkvort undan úrslitin eða úrslitin núna. Þá er hægt að nálgast það á YouTube-channelinu Icelandic Boxing. Það er Icelandic Boxing. Ég hugsa alltaf Iceland Boxing. Já, Ég hugsa... Bæði rétt. Bæði glæslegir. Það er komið niðurstaða. Benzabikarinn. Það er komið. Já. Það lítið vera... Ísak Guðmundsson. Ísak Guðmundsson vinnur Benzabikarinn á Íslandsmeistaramótinu
2025. Það er well deserved, fær rosalegar back-to-back framistöður hjá honum. Já, hann á þetta alveg verðskuldað. Átti mjög erfiða viðureik. Góður dagur hjá Ísaki Guðnasyni, sko, á erfiða viðureik gegn Benedikt Gylfa, sem grötsmats, þetta smá svona, þú veist, réttlæta það sem honum fannst hafa farið rangt. Í fyrri bardaganum, sko. Já. Og bara stendur uppi með, bensabikarnir, kannski svona, talinn flottasti titil sem getur unnið á Íslandi í dag. Já. Þannig að það er bensabikarinn og Icebox Champion. Þetta eru tveir titlanir sem allir leitast við að næla sér í. Þetta eru titlarnir sem þú vilt ná og Ísak Guðnason á þennan fyllilega skilið. Hrikalega vel gert hjá þessum unga dreng í Kópavoginum. Magna. Magna mót. Sko, sveitafélag ársins er eiginlega bara Kópavogur. Bæði við Bóðatýr og HFK. Það er bara svoleiðis. Þegar það kemur á boxheiminum. Það kemur á boxheiminum. Þá er bara Íslandsmeistaramótinu lokið. Við þakkum öllum þeim sem að horfðu og hlustuðu á okkur strákana, Jón Kristoffer og Garpur Fletcher. Við þakkum öllum fyrir að hlusta, ekki satt? Jú, takk fyrir hlustununa. Þetta var bara gaman og við bara sjáumst eftir á væntanlega bikarmótinu, það er væntanlega næst. Það er væntanlega næst. Það hefst á ljósanótt. Já. Þannig að það er held ég bara í september. Já. Þannig að við sjáumst bara þar.